Þannig að núna erum við búin að taka yfirferð yfir svona ákveðin svona byrjunar konsept í þessu sem að sjá, nú committa hérna eftir að við gerum eitt, breytum þessu aftur í þetta og bara eftir tíma eða fyrirlestur 2 í viku 3 svona eitthvað, ok, taka pásu í þessum pælingum, þessum svona skrif og vera bara svona alveg bara eins bare bones og við getum, við erum bara bókstaflega bara að nota nót til þess að búa til eitthvað og við ætlum að skoða núna eins hvernig við notum Express og hvernig við getum notað það til þess að gera í raun sömu hluti svona á endanum en á annan hátt. Þess að ekki að skrifa út þessi statísku gögn hérna sem er í raun bara HTML-skrá sem er bara serveruð út og er í raun breytist ekki neitt. Við getum ekkert brugðist við henni dýnamískt, við getum ekkert gert eitthvað hérna sem að skrifar eitthvað út hvað er klukkan eða gert eitthvað, þú veist, lesið úr gagnagrunni eða eitthvað svoleiðis. Við erum bara föst við það sem var búið til á þessum bildtíma yfir í það að geta dýnamískt brugðist við og gert eitthvað. Og við munum skoða aftur þetta konsept þetta static þegar við fyrir að skoða next, þar sem við getum í raun látið next vera bæði að gera fyrir okkur dýnamíska vefi og svona statíska parta af vefnum og blanda því saman. Við getum sagt hérna umsíðan, hún er aldrei að fara að breytast, hún verður bara alltaf svona, hún les bara þessu og hún bara alltaf serveruð sem bara eitthvað HTML-skjal sem þarf ekki snerta neinu, hún fer bara beint út á meðan að starfsfólkslistin okkar handtekist við einhverja vefþjónustu og við þurfum að geta kallaði það bara dýnamískt. Það er bara mikil starfsmannavelta í okkur og við þurfum að geta brugðist við því hratt og örugglega. En það sem við getum þá gert er að nota Heroku og hérna er í raun bara með Heroku og þetta er bara eins og þetta leit út í fyrra þar sem ég var að nota þetta senast og við getum farið hérna, við getum bara búið til nýtt app og þetta er í raun fyrir gegnum allt þetta og hvað þarf að gera í fyrirlestrinu sem að ég lagði fyrir sem að ég er tekin upp í fyrra en á alveg vel núna og nú ætlum ég að segja hérna bara eitthvað tökum þetta hérna og búum til app og nú erum við bara að gera rosalega svipa og við erum að gera í Netlify. Nú ætlum ég að tengja við GitHub, ég ætla að fara í vefforðun, ég ætla að fara í blogg og hérna er þetta bloggdæmi og ég ætla bara að byrja að connecta það og sjá hvað gerist. Ég get farið hérna og ég get sett enable automatic deploys og þá er það sama við vorum að gera á Netlify að við bregðumst við því þegar kemur nýtt push á bransið að þá erum við að fara að ýta því strax út. Við ætlum að gera það en þá þurfum við samt ennþá að builda og þá ætlum við að gera deploy branch og þá ætlum við að sjá hvað gerist. Og það sem að gerist núna er að það fer í gang eitthvað hérna þar sem hún fer að skoða hvað er projektið. Bara alveg eins og hjá Netlify. Bara hvað er í gangi í þessu projekti. Hún segir hérna Node.js app detected, creating runtime environment, installing binaries, installing dependencies og nú er hún að reyna að gera það sem við segjum henni að gera. Þá komum við að því hver er munurinn á Netlify og Heroku. Netlify er þannig að það buildar eitthvað og eftir þetta buildskref þá er ég bara með eitthvað statískt. Ég er bara með eitthvað HTML, eitthvað CSS og JavaScript sem er þarna úti og það er bara að taka við fyrirspurnum og skila því sem það var. Og það er þá algjörlega statískt. Þannig að ef ég vil breyta einhverju, þá þarf ég að breyta í raun í einhverju og keyra bildið aftur. Ef ég myndi vilja búa til eitthvað form sem að tæki við kommentum á bloggið mitt, þá myndi ég þurfa að nota einhverja sérstaka leið, ekkert sérstaka leið, bara leið sem að leiða mér að gera það sem er alveg hægt en er ekki svo sem við ætlum að skoða núna. Það sem við ætlum að skoða núna er þetta ef við hugsaum þetta hvað er, þú veist, ef þetta er ekki static, þá er þetta dynamískt. Þá
þá er það svona dynamic eitthvað, þá erum við dynamíst að búa til contentið og erum ekki að gera þessu bildskrefi, heldur færum við það að búa til svarið í svarinu við fyrirspurninni. Þannig að á Netlify kemur inn HTTP requesta, Netlify lætur fá bara HTML skrána sem til, sem var bilduð í bildskrifinu og henni skilað. Í þessu tilfelli þá ætlum við að nota Express sem vefþjón. Það kemur inn HTTP requesta, hún fer á Netlify svona router sem í raun bara þetta sem tekur við og hún sendir requestinu okkar yfir á svona Heroku Dyno sem þessi keisla umhverfi sem við erum með. Við förum hérna og skoðum. Það er ekkert hérna, það er engin í raun, það er ekkert að vera, hún gat í raun ekki gert neitt, þannig að við fáum bara eitthvað application error hérna. Þannig að það þarf að vera, það er eitthvað svona keisla umhverfi sem segir það bara, heyrðu þetta er Node app, þannig að ég þarf svona Node keisla umhverfi og þá kemur responsið þangað inn, fer ekki svona Heroku router sem að routar þessu á þennan Dyno okkar. Þar erum við með Express vefþjón sem tekur við responsinu og þá eru leyfir Express okkur að taka við bara aðferðinni sem við beðum, get eða post eða put eða delete, hvað sem það er, HTTP aðferðinni og svara síðan með einhverju og þá ef við förum bara og skoðum dæmi sem er hérna í námsefninu. Við förum bara hérna í Express, förum þetta bara hérna í Heroku og tökum dæmi sem er þar sem er svona minnsta mögulega sem við getum keyrt fyrir þetta og höldum bara áfram í sama stað hérna. Leyfum þessu bara vera báðu hérna í tímabundið og sjáum aðeins hvernig þetta verður. Ég þarf hugsanlega eitthvað að refactora þetta en ég kannski spyr ykkur svona, þetta ykkur er lagi ef ég tæki þetta dæmi sem við erum búin að vera að vinna hérna og svona hreinskrifa það ekki í upptöku. Það myndi koma sér aðeins og það væri búið að gera mikinn mun eða eru þau að horfa á þetta sem eitthvað og vilja sjá þetta verða til allt bara beint í upptöku. Já, að sjálfsögðu, þess vegna spyr ég. Já, ég var einmitt að hugsa hvort ég ætti að gera þetta, bara taka þetta upp, bara eins og ég er að taka upp námsefnisfyrirlestruna og vera bara eitthvað að blaðra á meðan ég er að skrifa þetta. Að þegar ég er svona lendi í því að það tekur allt svona 5 sinnum, jafnvel 10 sinnum lengri tíma þegar ég er að reyna að útskýra það leið. Sem þýðir að þetta verður aldrei svona heildsteypt verkefni án þess að ég nái bara svona að virkilega halda áfram. Þannig að ég ætla að hugsa hvort ég geri það ekki bara og við fáum svona meira svona eitthvað alvöru út úr þessu sem þið getið þá tekið og þú veist, jafnvel notað eitthvað áfram. Ok, ég ætla að hugsa þetta, en ef við gerum þetta núna og sjáum aðeins hvað gerist og ég peista bara hérna inn dæmi núna sem er hérna, sjá ef að það er eitthvað sem er ekki kannski mjútur sem varst að spyrja spurningar, nei varst að svara mér hérna. Þannig að þá er í rauninni það sem við erum að gera hérna er að við þurfum þessa portbreytu til þess að tengjast við þetta sem er á Heroku og við þurfum í rauninni að bæta við núna þessu dependency sem er Express og þetta .env og .env er að sjá um það að við getum lesið úr umhverfinu ákveðnar upplýsingar. Og þessar upplýsingar eru þær að Heroku segir þegar forritið okkar er búið að keyra eða byrjar að keyra, þá segir Heroku, heyrðu, þú átt að bindast við port 3923 og það er portið sem að þú færð úthlutað úr þessum Heroku router og þannig koma fyrirspurnirinn inn og þannig veit hvaða fyrirspurnin hvert hún á að fara og hvernig hún á að vera þetta svarni. Og síðan erum við að keyra þetta líka þegar við erum að vinna bara að okkar. Þá er þetta hérna og þannig að við þurfum í raun að byrja á því að setja þetta upp og þá viljum við ekki setja þetta upp sem development dependency, við viljum setja þetta upp sem bara dependency, þetta er eitthvað sem þarf í keislu
að það núna er í raun það sem að keyra á Heroku vefþjónn sem keyrir og tekur við þessu jafn óðum. Þannig að hann keyrir forage kóða þegar það kemur inn requesta. Þannig að við ætlum að segja hérna aukalega að segja bara eitthvað hérna console log request to dig, eitthvað svona, og við ætlum að fara inn í package.json hérna undir og við ætlum að segja build hérna er svo sem allt í lagi, sko. Heroku mun keyra þetta, en munir hún ekki gera neitt, þegar hún kopjar eitthvað hérna innan dist-möppu þá gerist ekki neitt, þegar hérna, uppsetningin á Heroku er þannig að það er svona ephemeral skráarkerfi. Skráarkerfi sem er hægt að skrifa á og lesa úr, en ef við skrifum á það, þá er það í raun út af þessi dynóar eru svona bara, þeir verða til og eru svona á milli requesta getur bara annar dynó verið búin að taka við, og þá kemur hann með nýtt skráarkerfi sem er bara skráarkerfi sem var í raun í þessu bildi sem við byggum til. Þannig að allt sem við búum til nýtt, það hverfur. Það er þarna 1 mínútu, 2 mínútur, 10 mínútur, en svo á einhverjum tímapunkti þá hverfur það. Þannig að við getum aldrei skrifað með FS, file system módulnum, inn á Heroku appið okkar. Við verðum alltaf að gera eitthvað annað. Við verðum að nota eitthvað annað til þess að persista gögnin okkar. Og við munum sjá hvernig við gerum það í næsta tíma þegar við ætlum að nota Postgres. Allavega ef við höldum áfram hérna, þá þurfum við eitthvað sem heitir start. Og það er annað svona skrift sem að keyrir npm start, og það er bara á að vera hvernig starta þessu forriti. Og það er alltaf að segja, við ætlum að starta þessu forriti með því að gera node app source app.js. Ok, þá erum við hérna console log, ok, console info, og við ætlum að segja npm start hérna niðri, og þá sjáum við hérna node source app, þá keyrir núna, og þá er þetta server hérna sem segir hello world, og þá sjáum við hérna request to slash. Og það sem við erum að sjá þá núna gerast er í raun að þetta hérna er að gerast dynamíst þegar ég bið þetta. Þannig ég get sagt hérna res send, sem er í raun bara þetta hérna er hlutur sem leyfir okkur að fá upplýsingar requestuna, HTTP requestuna sem komin, og þetta er hlutur sem representar HTTP responsið sem við skilum tilbaka til notandans. Og þegar ég segi res send, þá er ég í raun að senda einhver gögn í responsið og loka því. Ég er bara að segja hérna er það sem á að koma, hérna er svarið. Þannig ég get sagt hérna hello world, the time is now, og setjum hérna new date to ISO string, svona og svona og svona, og þá núna reloada ég en ekkert hefur breyst, og það hefur ekkert breyst út af því að þetta er ennþá bara sama keislan. Þetta er sama keislan og ég var með í gangi. Þannig að við ætlum að nota nodemon, og nodemon er eitthvað sem að ég get annarkvæmt setja upp npm install globally, svona, og þá get ég bara keyrt þetta sem forrit eins og hvert hann á forrit á tölvu minni, og þá get ég keyrt nodemon hérna, hann gerir ekki neitt, nodemon source app.js, og þá keyrir hann, og nú komum við hérna og við reloadum, gleymd að seifa, en nú seifa ég, og sér hann, heyrðu, source app.js breyttist, og reloada hann á serverinu fyrir mig. Og þá fáum við þetta hérna, og þá sjáum við í raun að þetta keyrir og skrifast út per request. Þannig að nú keyri ég aftur, og þetta breytist, klukkan uppfærist, út af því að svarið er búið til af forritun okkar hérna, sem keyrir þennan hérna forritskóða og sendir það síðan sem HTTP response á klientin sem er að biðja responsið. Því er í raun að þetta eru svona algjörlega öðruvísi nálganir á verkefninu. Á Netlify byggjum við þetta einu sinni á bildtíma, og svo er það bara þannig er það bara sett í stein, þá getur næsta bild á sér stað. Þegar við erum með dynamist app sem er með einhvern server, að þá erum við í raun að bregðast við hverri fyrirspurn fyrir sig. Þannig að hún kemur inn og við bregðumst við henni. En síðan er í raun, þetta er svona, getum horft á þetta svona 2 póla, og svo er þetta að fara þarna inn á milli. Og það er hægt að segja hversu statik vill ég vera með smá part dynamískan eða eitthvað,
og þá erum við komin á einhver kerfi sem við þurfum að fara inn í, eins og til dæmis Next.js sem við ætlum að skoða, sem leyfir okkur að gera bæði. Við erum með dýnamíska vefi og statíska vefi, eða rútur á milli. Þetta svarar á statískt, þetta svarar á dýnamískt. Allavega. Þannig að við getum bætt þessu við og við getum farið hérna, við getum tekið hérna úr Build.js og við getum sagt hérna, við ætlum að gera þetta og við getum farið hérna í app og við getum sagt svona og þá getum við sagt hérna bara async og þetta allt í lagi og við ætlum að import read dir from fs promises svona og við þurfum hérna block dir, þannig að núna erum við að blanda saman, þannig að þetta við erum að blanda saman báðum leiðum í einu verkefni. Ok, þannig að núna erum við að sækja ykkur skrár hérna, the time is now, files available are, svo segjum við bara files join, komma. Svona. Ok, þá sjáum við hérna, þá sjáum við skrárna sem við erum með. Og þá þetta út af því að þetta partur af deployinu, þetta partur af því sem við erum með, þá getum við gert eitthvað þarna. Og þá getum við sér í lagi lesið upp þessar skrár og svara þeim síðan út og þarna erum við með dæmi frá því í Webfortune 2018 og það sem við erum að gera bara nákvæmlega saman, það sem ég tók þetta hérna frá, það sem við erum að vinna með og erum að gera þetta sama verkefni nema frá í gegnum Express, ekki með því að builda statískt. Ok, þannig að nú erum við með þetta og nú getum við tekið þetta og við getum gert hérna git status. Ok, við erum búin að breyta package.json, við erum búin að bæta við yarn lock. Stílanar einhver hluta vegna glemdist eitthvað að vista á þann, þannig að já, það er ein lína þarna sem kom inn og við settum inn app.js. Þannig að við ætlum að segja bara hérna git add. Git commit geta keyrt á Heroku. Nú ætlum við að púsa og þá ætlum við að grípa hérna og ætlum að fara hérna í activity og ætlum að sjá hvað gerist hérna. Þannig að hérna pikkar þetta upp, alveg eins og á Netlify. Pikkar þetta upp hérna og byrjar að vinna, byrjar að keyra buildið og við getum farið hérna og við getum skoða hvernig þetta gerist. Og Heroku er svona orðið svolítið svona gamalt í hettunni, þetta er svona sjáum hérna með þess að villuna sem kom á hann, hún keyrir hérna buildið okkar, það skiptir ekki máli, nú er hún að keyra hér og hérna keyrir hérna út. En já, Heroku er orðið svolítið svona, já, orðið gamalt í þessu, gamalt tól en samt sem áður, bara rock solid og kostur við það er hvað maður er fljótur í að byrja að gera þetta gert eitthvað og að þú þarft ekki að gefa hérna kreditkort til þess að byrja að nota alveg eins og með Netlify, þannig að maður getur byrjað að koma einhverju út án þess að þurfa að borga peninga sem er alveg fínt þegar maður er bara svona að læra á eitthvað. Þannig að núna er búið að deploya þessu á Heroku, þannig að nú getur ég farið hérna í Open Up og þá sé ég að ég er með hérna the time is now 17:04, stekna þetta lengra þess hérna og núna ef ég reloada þá sé ég að klukkan er að ganga. Það er að segja, þetta er á Heroku að virka alveg eins og að vera að gera okkar hjá okkur á þessu hérna, að þetta er bara að taka við requestinu núna og svara henni núna. Þessi þýðir þá að það eru fyrir þetta sem er að gerast hérna, við erum að senda hérna get fyrirspurn á þetta að það sem ég er að svara hérna og við sjáum í raun hér er í raun hérna X powered by Express, e-tag date, þetta er allt eitthvað sem að Express er að skrifa fyrir okkur og láta út í responsið. Þannig að það sem að við
erum að gera í raun bara að nýta þessa gefnu virkni í Express sem aftur byggir á því sem er boði hérna gerum HTTPS pakkana í Node að eiga við HTTP requestuna og svarinni og í raun bara að gera hérna eins og það að segja eitthvað að content tabið sé text.html, chassis UTF-8 og síðan sjáum við að við getum gert hérna svona router, við getum gert app-get þetta, við getum bætt við einhverju hérna sem segir app.post foo rec-res þetta keyrir fyrir post á foo. Þannig að þannig getum við fara að bregðast við einhverju og hérna getum við að bregðast við einhverju dýnamísku sem í raun þessi munur á þessu statíska og þessu dýnamíska það hvað ef ég vil gera eitthvað að bregðast við þessari fyrirspurn nákvæmlega og þá sér í lagi hvað gerist ef ég vil fara að taka einhverjum gögnum sem að ég verið að senda til okkar og það það sem við ætlum að fara að skoða frá með næstu viku. En þetta sem sagt svona byrjunin á þessu, þannig að nú erum við búin að leggja svona þennan grunn sem HTTP sem svolítið svona það sem að þessi framendi og bakendi snýst svolítið í raun að nota HTTP til þess að eiga í þessum samskiptum og við munum í raun nota það bara, það verður okkar svona límið þarna á milli en við erum síðan alltaf bara að búa til þetta sem að framendin að birta sem eru bara HTML, CSS og JavaScript og þeir náttúrulega kannist við það og það heldur áfram að gilda að vera með það og þess vegna náttúrulega eins og partur af verkefninu núna að skrifa eitthvað HTML, skrifa það í raun semantic HTML sem löglegt og gott og fínt og setja CSS svona það. Þegar það heldur alltaf áfram að vera partur af því að vera í webforritum, að nýta þessa tækni. Þó svo síðan að þegar þeir eru búin að þessu, þá alltaf hægt að sérhæfa sig og fara niður í það að vera svona bakendaforritari og þá sem bakendaforritari, þá maður miklu meiri því að pæla í sko, hvernig þetta að virka, þessar routing og hvernig við erum að lesa ykkur skjöl og setja upp svona server á eitthvað svona, tengjast í gagnagrunna, skrifa gagnagrunnskóða sem að skrifa onni og lesa upp úr og manage jafnvel gagnagrunna og skrifa vefþjónustur og finna út úr vefþjónustu skilum sem við síðan tökum í framhaldinu þegar við erum búin að skoða aðeins hvernig við erum að vinna með að taka við þessum gögnum. En svona heilt yfir þá þetta allt, þessi bakendi og framendi. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengri í dag. Ef einhver hefur spurningur sem að annarkvort vilji taka inn, ég ennþá að taka upp samt, eða vilji skrifa á chatið, þá get ég tekið við núna. Já, þá segir ég bara takk í dag. Já. Svona smá bæði. Það búið að vera til lengi í svona internettímatalið. Ég veit ekki hvenær það kom út fyrst. Það sem við segja að sé ekki cool lengur sko, en mér finnst það 15 ára gamalt sko, kom út 2007. Það bara alveg, það var líka selt til Salesforce og þá svona staðnaði það rosalega mikið. Ég rosalega hrifinn af því. Mér finnst það rosalega næs að því leyti að það er svo, maður þarf ekki að vita neitt rosalega mikið það hvernig þú ert að setja upp eitthvað svona á Amazon á EC2 eða setja upp Docker eða eitthvað svoleiðis. Þegar mér finnst það eitt af leiðilegasta sem ég geri og eiginlega bara það leiðilegasta sem ég geri tengt svona forritun svona rekstur á vélum, á vélbúnaði á einhverju sem að keyrir. Ég vil bara fókusa á það að vera að skrifa forritin. Og þá sjáum við bara hversu, já. Já, hvað svona hver alternatífin við þetta?
Sko, Netlify er mjög vinsælt núna og það er náttúrulega út af því að það er búið að vera rosalega mikil svona fara úr því að vera að skrifa þessi dýnamísku forrit að þess að við munum svona sjá seinna er að það er kostnaður í því að vera að gera þetta dýnamískt. Það er kostnaður í því að vera að taka við requestinni og ég ætla að fletta upp í gagnagrunnum og athuga hvað þetta er, ég ætla að kíkja þessa vefþjónustu og þú veist þetta eykur tímann sem það tekur að svara notandanum og það er í raun því lengur sem það tekur að svara notandanum því meiri líkur á því að er í raun að notandinn hætti við eða fái slæma upplifun og þá er þetta, þú veist, þegar þú ert með þetta statískt þá þarftu ekki að gera neitt, þú bara ert með HTML-skjal sem þú bara hendur út og það eru aðrir svona plattformar eins og Vercel sem við möttum að skoða sem er ég nefndi þessi senasta tíma sem er fyrirtæki sem að býr til Next.js og þau eru í raun, þeirra business model er svolítið, þau eru með Next.js sem er open source og allir geta notað en svo getur þú hýsta hjá þeim og þá borgar þeim pening fyrir að hýsa það á Vercel og þau geta skalað upp í bara production bara þú veist, fyrir stóra kuna en síðan er í raun aðrir svona hluti eins og þú veist það er búið að koma Kubernetes og Docker og þetta sem er svona, þú getur tekið þetta og þú getur keyrt þetta upp á einhverju eins og alveg stólu úr mér ekki cloud Nei, sko, sjáum einhverja SEO drasl. Já, sko, það er, þið þurfum bara að vita núna, þú veist, nú erum við búin að sjá Netlify og Heroku. Docker og Kubernetes eru tækni sem leyfi að búa til svona taka stýrikerfið og setja það í svona pakka og keyra það upp. Þannig að við getum ímyndað í staðinn fyrir að þurfa að vera að setja upp mitt umhverfi sem er ég er að keyra mitt umhverfi, ég er með stýrikerfi MacOS, ég er með ákveðna útgáfu af því, ég er með ákveðna útgáfu af Node.js, ég er með ákveðna útgáfu af alls konar hlutum í staðinn, hvað ef við getum bara búið til svona skilgreiningaskjal sem segir bara eitthvað, keyrðu þetta alltaf á þessu Linux útgáfu með nákvæmlega þessari útgáfu af Node.js, með nákvæmlega þessari útgáfu af gagnagrunnum og svo geri eina skipun og þá keyrir allt þetta stýrikerfi upp í svona virtual vél á tölvunni minni eða á einhverja tölvu upp í skýinu og það er það sem Docker og Kubernetes er að gera er að leyfa þær að gera svona og manage bara alveg gífurlegt magn af serverum í þessu umhverfi bara 2000 jafnvel fyrir eitthvað svona eins og Google eða Facebook svo Kubernetes er Facebook kemur frá Google og notar þess að bara manage bara alls konar en Vercel og DigitalOcean var það sem við varum en DigitalOcean, það er aftur eitthvað svona sem maður getur keyrt þetta fyrir okkur er Netlify, svo er Docker og Kubernetes sem er þú veist bara teknin á bak við þetta svo erum við með Google App Engine sem er svolítið eins og Heroku nema bara frá Google við erum með á AWS sem er Amazon Web Services sem keyrir bara örugglega þriðjung eða meira af öllu sem er að keyra á webnum þar með talið er allt Heroku keyrir ofan á AWS AWS er bara með svona 60 mismunandi þjónustur bara þarftu vefþjóna, þarftu auðkenningu, þarftu servera til að keyra, þá getur þú notað Elastic Beanstalk, þarftu að nota þarftu að vista gögn á svona virtual svona harðdisk, þá getur þú notað S3 og bara þarftu að setja upp DNS þess að geta sett upp vefþjón og þú getur gert þetta allt í gegnum AWS og það er svona allt sem við gerum er hægt að setja upp á öllum þessum umhverfum nema hvert og eitt er að hefur svona sinn núans, sitt svona sem þú þarft að læra inn á en það sem mér finnst stórkostið við Heroku er í raun hversu fljót við erum að koma einhverju stað og hversu svona auðvelt það er að tengja á milli hugtakana við erum með Express app sem er að keyra hjá okkur, við getum unnið það setjum það yfir á Git við gefum það á GitHub, við tengjum GitHub við þetta tekur við því og keyrir upp Express serverinn okkar og eina sem við þurfum að huga svona í byrjun er þetta að við þurfum að hafa þetta port og við einu svona spáðum ekki í því að nota .env en við höfum betur að sjá það seinna sem er í raun þessi leið til þess að
sem dokkar að leysa líka, sem ok, ég að vinna í þessu locally hjá mér, ég að vinna í forritinu mínu og ég ætla að vera með gagnagrunn og ég ætla að vera með gagnagrunn kerend á tölvu minni, svo ætla ég líka að vera með gagnagrunn sem allir viðskiptavinir mínir ætla að tengjast. Hvernig á ég að aðskilja á milli þessa tvenna? Hvernig á ég að geta búið til nýja virkni og keyrt gömlu virknin á sama tíma? Hvernig á ég að geta bætt við á einhvern öruggan, þægilegan, faglegan, produktívan máta? Og þar erum við eftir að koma það hvernig við getum unnið svoleiðis. Þetta var mjög langt svar. Einhver fleiri? Takk í dag.